Jæja, góðan daginn. Öllsömmur. Við erum hjartanlega velkomin og við erum að gefa mér hljóð. Þá erum við að hefja hér eitt fund til viðbótar og þessi fundur hér fjallar Landspítalann og byggingu, hugsanlega byggingu þar eða breytingar allavega og það komin á kortið hugmynd tveggja félaga þeirra Páls Torfa Auðmundarsonar yfirlæknis og Magnúsar Skúlason arkitekt sem ég sá í blöðum í síðustu viku sennilega og þeir eru hér mættir og ætla að spjalla við okkur, kynna sínar hugmyndir og þessi fundur er með svona hefðbundnu sniði þó að ég stýri þessum Þorvaldur Jónshinga sem er veikur heima og ég er að flytja kveðja sér að þetta er þannig að þeir félag kynna sína tillögur og síðan verður gefið fyrirspurn úr sal. Ég get ekki leyft fólki að koma hér við pontu því að við erum það mörg og tími flýgur frá okkur, heldur þurfa spurningar að koma úr sætum og bara þið kynnið ykkur hvað það er að gefur og erum við stuttar og fyrirspurn. Það gleður mig að sjá hér fólk svona, kannski á eigin vegum en fjölmiðla fólk og ég veit að Stöð 2 er á leiðinni, það hringja mér, þannig að það er rétt að laga bindin ef þeir eru með þau. En Páll Torfi, gjörðu sér. Já, góðir fundarmenn, fundarfyrir. Takk fyrir að bjóða þér að koma hingað og kynna þessa tillögu sem að nú ekki endilega líklegt að verði nokkur tíman að spítala af því að það er búið að samþykkja skipulag sem kallar spítal í skipulagi Reykjavíkurborgar. Hins vegar er kannski ennþá einhver tími til stefnu af því að það eru engin fjármunir í fjárlögunum til þess að fara að reisa nýjan spítala eftir sem ég best veit. Og þegar maður mætir á fund hjá Framsóknarflokknum á laugardagsmorgni þá það er andið nokkuð blár. Það veit hann að menn er eina Framsóknar konu, dóttur Hannesar Jónssonar, sem sittur þarna eiginkonuna. Hún ég náði henni svo útgur að ég til hann nokkuð blár græna. En sko það sem við ætlum að kalla hér í dag og ég ætla að reyna að presentera fyrir ykkur er það hvernig mín hugmynd er að mætti reisa þennan spítala á þessari lóð sem er á Hringbrautarlóðinni. Og ég finnst sjálfum að það sé eitthvað skakkt við þær tillögur sem liggja fyrir. Ég finnst vera, ég horfði ekki bara á þetta sem spítala, heldur líka á byggðina Reykjavík að þetta gamla hús eftir Guðjón Samúelsson, finnst mér vera eitt af fallegustu húsum Reykjavíkurborgar og setur gríðarlegan svip á borgina, bara eins og háskólinn. Og reyndar mikið af því sem að Guðjón Samúelsson teiknaði, þetta er það sem kallaði amerísku landmarks og að við verðum að hugsa það líka þegar við byggjum spítala, við erum ekki bara að hugsa það hvernig innviðirnir er, við verðum að taka tillit til umhverfisins. Og sko, frá mínu bæriðinu síðan þá er það ekki flókið mál, það þarf að byggja spítala. Það húsnæði sem við erum með í dag það er heilsuspillandi fyrir sjúklingana og að sömuleyti fyrir starfsfólk. Menn segja að það verður að viðhalda gamla húsnæðinu og þannig þurfa að viðhalda nýja húsnæðinu og það er alveg hárrétt. En það breytir ekki því að við getum ekki verið með fíklæði sjúklinga og krabbameinssjúklinga inni á tvíbýli og þríbýli með sameiginlegu salerni við aðra sjúklinga og þetta eru bara smitleiðir sem eru opnar á milli og fólkið ég ætla bara að fullyrða það hér að við vissum sjúklinga undan þessum sýkingum eða annars. Það er það sem við eigum við með því að húsnæði sé heilsuspillandi. Svo hafa menn heyrt talað einhverja sveppi þarna í gamla spítalanum. Það held ég að sé vandamál með gluggana og það sé leysanlegt vandamál. Ég held því fram að gömlu húsin séu ekki ónýtt. Við munum taka aðeins fyrir af hverju Hringbrautarlóðina og við munum náttúrulega ræða deiliskipulagi sem af hverju neðri lóðin. Hvað er efri lóðin og hvað er neðri lóðin. Og það sem þið sjáið á myndinni er ýmis stig í þessu. Þetta hér er eins og skipulagi var fyrir 2008 þegar verið var að vinna þessum. Þetta hér er helmingurinn af skipulaginu eins og það er í dag, spítalskipulaginu, það er fyrri áfanginn. Og
hérna þetta sýnt, veit ég hvort það megi minnka ljósið eitthvað aðeins, hérna, að þið sem sittir þarna þyrftum að færa ykkur hérna, þið sjáu þetta. Og hér spítalskipulagið þegar það fullbyggt. Þetta hér lóðin sem við erum að horfa á og á þessari teikningu þá búið að færa hringbrautina hingað og það var gert til þess að taka við þessu nýja spítala. Þetta læknagarður, þetta gamli spítalinn, þetta hjúkrunarskólinn og þetta barnaspítalinn og geðdeildin. Eiríksgata, Barónstígur og hér á þessari mynd það var búið að taka gamlu hringbrautuna sem var að teikna hana hér. Gamla hringbrautin hugsuð af Guðjóni Samúelssyni sem þarna þegar eftir henni þá nefndi það byggt á aðalbyggingu Háskólans. Og hérna sko þegar að ég held að þessi dagsetningar okkur það tekið 2005 en 2007 allavega endanlega. Þegar það var gert var engin ákvörðun tekin það hvort það ætti að byggja hérna á efri lóðinni eða neðri lóðinni. En niðurstaðan af hverju var hringbrautin valin en ekki Fossvogurinn eða aðrir staðir. Það var verið að nefna Vífilsstaði og það er nefndir ýmsir staðir. Og hérna ég í þessari tillögu okkar Magnúsar hérna þá erum við bara að tala það við göngum út frá því að þessi staðsetningar ákvörðun standi. Það er ekkert sem segir að það mætti ekki byggja spítala frá grunni annars staðar, við þarfum bara að það verði þjóðinni ofviða, sérstaklega núna eftir hrun. En allavega ástæðan var sú að á hringbrautinu taldi vera 60.000 fermetrar af húsnæði sem eru nýtanlegir áfram. Í Fossvoginum þeir helmingi færri, það er 30.000 fermetrar. Og ástand húsanna á hringbrautarlóðinni betra heldur en í Fossvoginum. Í Fossvoginum hefur verið mjög vont ástand á svokallaðri A-álmu og dálítið á E-álmunni. Og þannig að húsnæðið og þar að auki sú lóð miklu þrengri. Það er búið að þrengja henni þannig og ég veit að Ingólfur Þórisson sem hér kann öll argumentin það hvers vegna þessi lóð var valin. Það var líka litið til nálægðarinnar við Háskólans, það er læknaskólans, hjúkrunarskólans og að starfsmennirnir sem starfa hér þeir starfa líka í Háskólanum. Það var litið til nálægðarinnar við flugvöllinn, þá gert ráð fyrir því að flugvöllurinn sé þarna áfram. Það er nefnilega dálítið hentugt að hafa spítala á endanum á flugbraut. Það þarf maður ekki endilega þyrlupall ofan á spítala. Og síðan nálægði við miðbæna þetta var svona einhver hugsun í Reykjavíkurborg að reyna að kalla fram meira borgarlíf, hvort sem að það argument stenst eða ekki. Ég er nú bara að spurði strax að þessu þegar ég ætla að skipta að mér, ert þú arkitekt? Það er eins og að byrja gítarleikara hvort hann sé gítarsmiður. Ég er nefnilega sérfræðingur í að nota sjúkrahús, en ekki að teikna þau. Og ég er búinn að starfa núna líklega í 27 ár á Íslandi samtals, þannig að byrjaði svona á 4 ári í læknadeild inn á spítölunum. Landspítala, Borgarspítala, Landakvöldi, FSA, látið út í Noregi. Og síðan bjó ég í Bandaríkjunum í 7 ár, fyrst í Connecticut, þá meðan það var friðsamlegt. Eftir ég flutti það var framið svona fjöldamál þar, sem við vitið og svo flutti ég til Rochester og eftir ég flutti það var annað fjöldamál þar. Maður var ástandið við það og það var óskaplega ástandið hérna í Bandaríkjunum sko. Þetta var fyrir byssulögir. En allavega þarna starfaði ég á mörgum spítölum þetta í University of Connecticut og síðan University of Rochester í New York. Og maður vann þarna mest á sem sagt, lyflækningadeildum og blóðmeinafræðideildum og rannsóknarstofum og bráðamóttökunum. Því maður lifði á þessi hér, sko. Maður að vinna á laugardags og sunnudagskvöldum og nætur. Og hérna, síðan ég flutti heim þá sá ég einn kvarta bráðamóttökun í sjónvarpinu en nefndi ekki harfa fleiri því að þetta var svona been there, sko. Svona hugsaði spítala. Spítalinn þetta gengur nefnilega út á það og fólk getur ekki greið, þetta gengur allt út á það að ganga eða jafnvel hlaupa. Hjúkrunarfræðingarnir, unglæknarnir eru allt sífellt hlaupandi og gangandi og við viljum stytta allar leiðir. Við viljum að reyna að hafa einhverja sentral hugsun í þessu. Svo þegar maður eldist og fyllir hérna aðeins þá er maður að hrærast aðeins meira út í burt, sko. Sittur meira inn á skrifstofum og þess aftur. En ég hugsa þetta eins og rétt. Það er að segja við erum með almenning, svo erum við með dilka og svo utan með dilkan að það sé líka fram alls konar starfsemi, sko, og hérna. En aðalatriðið það að hugsunin þarf að vera þannig að við þurfum að hafa einhvers konar sektor
þar sem við erum með það sem það liggur mest á að gera og sem hraðast og reyna að hafa sem stystar leiðir þar á milli. Síðan koma þá þessi lágu hringir, hérna það eru þá legudeildir eins og ég hugsa það er þessi bráðalega legudeildir, en ég hugsa með endurhæfingarspítali, öldrunardeildir og svo framvegis þurfa ekki að vera í návígi við þetta hér. Í spítalafyrirkomulaginu er ekkert gert ráð fyrir því heldur, allavega ekki í fyrsta áfanganum að neinar öldrunardeildir séu þar inni. Þannig að þetta er ekki rétt í góð. Og hérna þessi hugsun held ég að sé að ég ætla ekki að hallmæla þessari spítaltillögu, það er búið að vinna ekki, það er búið að til hrefinnaðinni, ég held að það sé betri lausn, en það er búið að vinna gríðarlega mikið og gott starfið að reyna að rýna þetta og undirbúa að finna hvar þurfa að vera hvar og svo framvegis. Hvað er bráðaþjónustu kjarni? Já, það eru sem sagt, það er bráðamóttaka, það eru röntgendeild, þetta er venjulega haft á sömu hæðinni. Það er hægt að rúlla fólkinu hratt á milli. Síðan þurfa að vera skurðstofur, þær eru hérna á sömu hæðinni eða þá alveg á næstu. Það er reyndar þetta farið upp og niður í lyftum í slíku húsi. Og síðan gjörgæsludeildir. Og þegar maður segir skurðstofur þá er það alls konar aðgerðarstofur og speglunarstofur og þess háttar. Og þetta myndi þá vera almenningurinn í réttinni. Og hvernig legudeildir skipulagðir. Þetta hérna er hjartadeildin á Landspítalanum. Maður gengur inn hérna austanmegin og síðan þetta gríðarlega langur gangur og hjúkrunarvaktin er eitthvað hér í miðjunni og hjúkrunarfræðingar eru hlaupandi hér á milli endana alveg viðstöðulaust á vaktinni. Í nútíma hugsun, þá hugsa menn sér gjarnan það að hjúkrunarvaktin er eitthvað í miðjunni, þannig það er afturkomin eins og almenningur. Það er gjarnan einhver bara gangur í kring og sjúkrastofurnar síðan hér í kring. Þannig að allar leiðir verða miklu styttri. Og þarna ég var út í Rochester, þeir hafa líklega verið einn af fyrstu spítalunum í Bandaríkjunum sem var byggður með þessu fyrirkomulagi. Það er að segja að það voru svona turnar, það voru 3 turnar, það voru 7 eða 8 hæðir minnum við. Og á hverja hæð þá gekk maður inn í turnin og síðan gæti maður gengið hringinn og sjúkrastofurnar voru hér. Það voru stórar og góðar og allt saman inn í. Þetta er á 1987, þetta var byggt í kringum 1980. Síðan er hægt að hugsa sér það eftir því hvað blöðurinn er stór. Það er hægt að hugsa sér með ýmsum hætti hvernig maður getur líka komið fyrir 2 deildum í svona turni sem maður gæti þá verið þannig að maður gangi inn í turnin og það sé ein deild hérna megin og önnur hérna megin. Eftir sem áður þá er hjúkrunarvaktin sentralt. Og ég kom núna í desember inn á Duke University Medical Center í Durham í North Carolina og þar var fyrirkomulagið að ég verið að svona. Maður kom hér inn í eitthvað svona anddyri og síðan gæti maður þar til vinstri eða til hægri og var komin inn á sitt hvora deildina. En þetta er alltaf sama hugsunin, er að hafa þetta hendur. Og hérna árið 2006 þá var búið að ákveða það að það skyldi farið í uppbyggingu og það voru til símapeningar og deiliskipulagið er kynnt held ég þarna svona einhvern vorið 2006, apríl, mæ og þá er gert ráð fyrir tótal uppbyggingu á nýju sjúkrahúsi til neðan gömlu hringbrautina. 135.000 fermetrar nýbygging og sem að náði að hittigat frá umferðarmiðstöð og alveg að Smörabraut. Þetta leit aldrei út eins og að það er að byggja Korputorg þarna hreint eins og virkisvegg fyrir sunnan Þingholti. Og það var lýst eftir athugasemdum en það var ekki óskað eftir þeim. Og til að mynda þá stóð ég upp á fundi í Ráðhúsinu þar sem var óskað eftir athugasemdum og var mér reyndar að reka mig úr ræðustólnum, fundastjórinn. Af því það átti bara að ræða þessa tillögu. Það mátti ekki sem sagt koma með gagntillögu eða segja nei, þetta er ekki góð tillögu. Þið tókst ekki að reka mig úr fundastól. Og síðan fór fram mikil vinna í framhaldi af þessu og ég held að það sé bara mín vinna að þetta gera lítið úr henni. Þetta er planið eins og það leit út þá. Þetta hefur breyst mikið núna.
Ég skrifaði, af því að ég var rekinn þarna á Lækjarskólanum, þá skrifaði ég grein í Moggann. Ég hefði náttúrulega sett það í tíman ef það væri til. En sem hét nýtt háskólasjúkrahús frá grunni eða á gömlum grunni. Af því að ég á því að við eigum að byggja á gömlum grunni og við eigum ekki að forna allri í fortíðin okkar. Það er ekki kúltúrnum. Hvað var það sem að vantar? Þetta stendur held ég enn í dag. Okkur vantar mannsæmandi sjúkrastofur fyrir bráðveikt fólk. Okkur vantar svona bráðaþjónustu kjarna. Það er í rauninni þetta hér sem okkur vantar mest til þess að geta sinnt allri bráðaþjónustu á einum stað. Þetta er tvískipt í dag í Fossvog og Hringbraut. Það þarf að lesa þetta legudeildirnar, já, það þarf að endurnýja dag- og göngudeildaraðstöður, það vantar funda- og kennsluaðstöður, það eru ófullnægjandi bílagengi, það eru leggja eitthvað rannskjættir út allt í óþættum ágreinana þarna á svæðinu. Og það er ófullnægjandi skrifstofu og vísindaaðstöður og síðan vantar það fráflækjumöguleikana og það er alltaf að tala það sem einhvers konar allsherjarlausn að nú skulum við byggja fleiri öldrunarheimili og þá sem búið að leysa vandamálið, en það leysir ekki vandamálið af því eftir sem áður eru sjúkrastofurnar ónothæfar sem við erum að vinna með í dag. Það eru hannaðar á 1950 og byggðar í kringum 1960. 50 ára gömul hugsun í því hvernig þær eru. Þú ert að meina nýja spítalann svokallaða? Hæ? Þú ert að meina nýja spítalann svokallaða? Já. Nýja spítalinn, gamli spítalinn er hannaðar 1925. Já, 25, já. Og byggður 1930. Það var svo merkilega og svo vakkert að það teknaði eitthvað einasta stól og borð inn í þann spítalinn. Ég sé það er sýning á þessu einar mannspítala. Ótrúlega imponerandi arkitekt held ég. Á fyrsta hæðinni? Og ég hef ekki séð ekki arkitekt alltaf. Hvað segir þau? Er hún á fyrsta hæðinni? Hún er þarna þegar við gengur upp úr Kringlunni á Syðri-gangi. Og ég sem sagt birti með þessari grein ekki þessa mynd en líka mynd. Ég bara fann ekki sem er það að ég sagði það er hægt að setja efri lóðina og byggja með öðrum hætti. Það er að segja byggja bráðaþjónustahús hér í austurátt í áttina að Eiríksgötu þar sem eigi koma fyrir þá þessum almenning sem ég kalla. Tengibyggingu yfir í kvennadeildarbyggingun og síðan mætti byggja legudeildarálmur með einhverjum hætti þarna í suðurátt. Og þá værum við eftir sem áður með, þetta er bara gert svona í Excel með því að setja inn einhverja kassa, þannig að arkitektum myndi að óa við þessari hræðilegu mynd. En þar sem þið sjáu það með þessu, þá verður raunverulega alla starfsemina samþjappaðri en hún hefur verið inni á efri lóðinni. Og ég semst bara hélt þessu fram og við litlar undirtektir. Það var haldið áfram að þróa þetta hús þarna, þetta korputorg og það breytist yfir í Völundarhús eins og við sjáum. Það er samt ákveðin hugsun í þessu. Hér eru svona legudeildar turnar. Og síðan var hrun 2008 og ríkisstjórnin sló af þetta allt saman og sagði það er ekkert símafé til lengur heldur. Gleymiðu þessu og það var komið nýr forstjóri, það var komið þessu tekniska vorið á Landspítalanum og það var forstjóri sem það kallaði eftir hugmyndum. Það var alveg ólíkt því sem við kemst á þeim spítala bæði undan og eftir undir ég fór til hennar og með þessa grein og hann íflutt á Noregs að þetta gengur ekki, við getum ekki verið áfram í þessu húsnæði sjúklingarna vegna, það er ekki út af starfsfólkinu, það er út af sjúklingunum. Og ég fer og legg fyrir hana þessa tillögu og segi fáðu nú ríkisstjórnina til að samþykkja helmingi minni nýtingu heldur en þessa sem að 60.000 fermetrar en ekki 135.000 fermetrar. Og hún tók við þessu og sendi þetta til Noregs. Sendi mér síðan skeyti og sagði nú eru Norðmælingur komnir inn á þetta plan og gera þessa tillögu. Og kemur svona plan frá Noregi. Og hverju myndi þetta í hug að reisa svona byggingu beint fyrir framan landmark í Reykjavík? Nefna þeir sem að þekkja bara alls ekki neitt til staðhanda. Þið getið bara ímyndað ykkur. Ég tók mig til og klippti þessa mynd út og sneri mig 90 gráður og sá að hann fittaði alveg hér inn.
Það hefur tekið þetta og gert þetta þannig. Og bókstaflega sumt af því sem þeir eru búin að hanna hjá spítal, held ég að maður gæti tekið og gert það sama og það skellti hér inn. Og þannig að ég er ekkert á því að mín tillaga sé í prinsipinu, sko, eða í innvolsinu, skulum við segja, er hann ekki mikið öðruvísir en það sem þeir eru að hanna hjá spítal. Það er bara þessir hús eru staðsettir. Nú hérna, allavega að það ríkisstjórnin samþykkir þetta. Og hérna, skipulagsráðið veitir forsögn sem segir það er fram með einhverju tillaga og þeir segja það á að halda þessum sjónlínum að háskólanum og sjónlínum að gamla húsinu og það á að byggja sem mest á efri lóðinu og svo fyrir fram þessi samkeppni og það koma nokkrar tillögur og allar tillögurnar ganga út á það að reisa á neðri lóðinu og að það séu ekki þessar sjónlínur. Allavega sjónlínurnar mjög þröngar. Og niðurstaðan var sem sagt þetta að það kemur þessi tillaga sem var vinnur frá spítal eitthvað ca. 66.000 fermetrar í fyrsta áfanga, 109.000 í öðrum áfanga og 60.000 fermetrar eru þá gamlu húsin og samtals yrði þá 235.000 fermetrar á lóðinni. Og það gerði því að þegar parið var á stað með það að byggja nýja spítal það var verið að tala það að þetta yrði 120.000 fermetrar sem að verið væri að reisa. Svona er þetta gjarnan sýnt. Það er búið að henda inn þessum fyrsta áfanga þessar byggingum, 66.000 fermetrum. En yfirleitt er það ekki sýnt sem viðbótin sem er að fylla upp í þetta svæði hér. Og sem að ég álít vera ákveðin blekkingarleik af því að það er verið að vera litla fyrir fólki að það sé ennþá einhver sjónlína hér á gamla húsinu. Og svona lítur þetta þá út ef við erum að horfa þetta ofanfrá. Þá sjáum við það að það er það búið bókstaflega, þá er gamli spítalinn hér. Hérna er hjúkrunarskólinn líka rifinn, barnaspítalinn. Þetta er fyrsti áfangi og þetta hér hús er fyrsti áfangi og líka stækkun læknagarðs. Seinna koma síðan aðrar stækkanir en önnur hús. En vandamálið, eitt af vandamálum sem ég sé við þetta er það, sem er ekki fram á svona mynd, er það að þetta er reist í brekkur. Þannig að húsið hérna stendur, það eru cirka 2 hæðir upp áður en það er komin upp á sama plató eins og gamli spítalinn stendur. Og það gerir það verkum að það er mjög erfitt að gera góðar tengingar yfir gamla húsinu. Nema með einhverjum rönum sem þýðir menn að fara upp og niður í lyftum og fara krókaleiðir á milli. Og höfundar þessari tillögu voru spurðir að þessu á fundi í Læknadeild Reykjavíkur í september-október 2011. Það var arkitekt sem þetta heiti Viktor, getur það verið, sem spurði að því hversu funksjónal þetta yrði og höfundur tillögunnar Helgi Már Halldórsson sagði nei, þetta verður ekki funksjónal fyrir að búið að ljúka öllu verkinu. Af hverju þá verður að byggja á þessari lóð þegar að staðarákvörðinu byggði á því að það verður gamlu húsi? Svona mun þetta þá líta út og það er kallað að þessi sjónlína að gamlu húsin. Hún er svona. Maður sér hana sem 2 sekúndur meðan maður keyrir fram hjá. Kannski úr lofti? Já, líka. Og mér finnst þetta bara ekki fagur. Mér finnst að ég megi hafa skoðun á því hvernig spítali er og hversu funksjónalinn er, en svo kemur að arkitektunum að leysa tæknilegu úrlausnarefnin og að tryggja það að þetta særi ekki fegurðarskynið. Setjum nú svo að við myndum stækka Menntaskólann í Reykjavík í vestur átt í 2 áföngum þetta og byggjum við fyrst hérna hús svona svo annað hús svona. Þetta nokkur í huga að gera þetta. Vonandi. En ég finnst þetta sambærilegt. Við stækka háskólann í Austurátt, hann lítur svona út í dag. Glæsileg bygging, sérstök bygging. Við getum vist kannski kastalanda fyrir framan. Og svo er alltaf perla, menn hafa alltaf áskoðanir hugmyndum að byggja eitthvað þar, sko. Svo er þetta þörf þar. En skiljið við verðum að hugsa eitthvað það hvernig byggðin lítur út. Við viljum leysa vandamálum, við viljum fá sjúkrastofur og við viljum fá aðstöðu og rannsóknarstofur sem ekki legu húsnæði. En það verður að hugsa eitthvað fegurðina.
Það nú þrátt fyrir allt til hægra byggingar í Reykjavík. Það hvernig þá staðan í dag, þá þurfum við loksins að tala aðeins það sem ég ætla að kynna fyrir ykkur. Þetta þá sko lóðinni braut í dag, gamli spítalinn, og þetta er Fossvogurinn. Hérna eru þá 60.000 fermetrar sem eiga að vera nýtanlegir áfram. Hérna eru 30.000 og ástand þessara húsa lakara en ástandið á Hringbraut. Og við þurfum sem sagt að koma starfseminni í Fossvogi inn á Hringbrautarlóðina. Þannig að nú ég komið með 90.000 fermetrar þarna. Og ef ég fengi nú 2 borgarspítala inn á þessa lóð, þá væri ég komið með 120.000 fermetrum. Ég þarf að bæta við 60.000 fermetrum, þá ég komið með 30% aukningu í fermetratölunum miðað við það sem starfsemi spítalans hefur í dag. Starfsemi spítalans hefur í dag 90.000 fermetra, bráðastarfsemin. Ég ekki að tala alls konar dreift út allan bæ. Og með því að ef við komum fyrir 60.000 fermetrum ekstra þarna þá erum við komin upp í með 30% aukningu. Og það talið verið einhver hagræðing af því að færa sig á einn stað. Það hugsanlega erum við að græða kannski 40.000 fermetra. Þetta er þessi bara slegið fram svona. Með því að færa okkur inn á þessa lóð. Hvernig gerir maður þetta? Eins og ég sé þetta, það við þurfum að gera að við þurfum að byrja á því að hugsa aðeins að það er hægt að mynda með því að byggja hérna öðru lóðum að mynda það þennan öxul. Þessi línar eru öll eitthvað stað og þetta verður einhverstað hér. Þannig við þurfum að mynda einhvers konar krosstengingu eða eitthvað sem gerir þetta funksionalt, þannig að sporin verði færi. Og þið sjáum það að í rauninni með því að rífa hjúkrunarskólann og kannski seinna með því að rífa þessa eldhúsbyggingu hér og að skoða þetta svæði hér, þá feikið mikið svæði hér sem hægt að byggja. Ég gæti byggt Massachusetts General Hospital á þessu svæði, en það ekki fagurt af því að það er svo mikið upp í loftið. Það eitthvað sem okkur líkar ekki í þessari tiltölulega lágreistu byggð. En það hjálpar að það brekka dálítið niður, svoleiðis að það hægt að fara það upp í bara svipaða hægða eins og húsið í dag. Já. Sko fyrsta sem þarf að gera er að það þarf að byggja fyrir þá starfsemi, það þarf að byggja það stækka læknagarð og reisa þennan heilsugarð þarna. Það bara líkt því sem í tillögu spítalbrúttinnar. Síðan þarf að rífa hjúkrunarskólann, þá erum við að mynda þetta pláss. Og þetta það sem ég myndi kalla fyrsti áfangi í þessu húsi. Og hvernig þessi nákvæmlega fyrir komið, sko, menn verður að taka það allt með fyrirvara, en Magnús Ólason hjálpaði mér að setja þetta upp líka með það fyrir augum að reyna að halda þessari hugmynd dálítið opinni. En hvað þetta hér? Þetta þá bráða þjónustubyggingin sem þá miðjan eða kjarninn í starfseminni. Það gerður gangur hér í suðurátt og það náttúrulega feikið mikið hús eins og það sitt þarna, þannig það eru skrifstofur í hvað og hvað. Og hér reistur einn svona turn, þar sem ég rekna með því 2 legudeildir á hverri hæð. Það gæti náð 8 legudeildir hér á hverri hæð. Við ljúkum K-byggingunni, stækkum hana, jafnvel, ég veit ekki hvort þannig ég hægt hana, en allavega bara stækkum hana. Hún teiknuð með byggingaröðu. Og við gerum þessar tengibyggingu sem þarf að vera á öllum hæðum. Þannig menn séður ekki að fara niður í kjallara til að fara í undirgöng til að komast yfir í þetta hús og svo framvegis. Og síðan má hugsa sér, og eftir atvikum, að gera áfanga nr. 2 sem eru þá fleiri legudeildir. Maður gæti líka gert þetta svona í fyrsta áfanga, þá væri maður komið 16 legudeildir. Og hérna hef ég teiknað í norðurátt þar sem þessu gamlu braggar eru, þar sem sýklafræðin er. Beistil til bráðabirgða 1974 að léka síðan. Þannig sýklafræðin hérna væri hugsanlega hægt að byggja blóðbanka núna í þessa átt. Og seinna mætti hugsa sér að það mætti fara yfir á þetta svæði og hugsanlega yfir á þetta svæði hér með því að fjarlægja þessa eldhúsbyggingu. Og nákvæmlega, og þá sjáum við það, þá erum við komið með öxul hér og við erum komið með öxul hér og eitt hér. Við erum raunverulega komnir með gang sem gæti verið í hring og sender starfseminnar hér. Það eitthvað hleypur eitthvað til, svo pílur hjá mér. En allavega,
þið horfið á þessa mynd núna, og ég er aðklára, það er að sjáu það að neðri lóðin er tiltölulega alveg auð eftir sem áður. Þannig ég ímynda mér að öll bílastæði starfsmannanna fara hérna niður fyrir. Þau eru fyrir neðan brekkuna, svoleiðis að ég held að það sé bara ágætt. Það er hægt að hafa starfsmanna inngang einhvern veginn hér. Það myndi bara hafa bílastæði gesta á þessu svæði hér. Og inngangur sko, það verður svona eins og hvernig myndum að kalla hann, fyrir kannski hér og bráðaþjónustu inngangur hér, sjúkrabílarnir frá Eiríksgötunni. En ef við lítum á spítaltillöguna, sjáum við munin á byggingamagni, sama svæði. Þið sjáum bara sko, þyngslin sem eru í þessu svona, visuelt. Það er ekki að segja að þetta sé slæm hús, en ég líka samt ekki þetta að úr rannsóknarstofu húsnum þurfum að fara gegnum einhvers konar náttúrulega upp á milli hæða til að komast á milli húsa og svo niður aftur, af því það er ekki tenging á hverju einustu hæð. Þannig að mér finnst það ekki hentugt skipulag. Og þetta er þá síðasta. Gamla húsið hér, það er að lifa, það eru sjónlínur af því hérna. Það er léttara yfir þessu. Hérna yrði miðjan, bráðamóttökurnar væntanlega einmitt hér og röntgendeildin hér. Og svona mætti hugsa fyrir þetta og við teljum við Magnús að það mætti koma þarna fyrir 60.000 fermetrum með þessum hætti. Líka það mætti að bæta einhverju tími. En það sem okkur raunverulega þessi bíli, það er þetta svarta. Þetta rauða þyrfti ekki að koma strax. Ég er reynda pínlítið skotin í því að við þurfum tvo svona turna í upphafi. Og fengið það þriðja kannski seinna. Hvernig sem það yrði gert, en hérna, hvað á það að gera, hvað er ég það búinn að teikna upp hér? Jú, þá er hinn eiginlega bráðaþjónustustarfsemi spítalans komin hér, komin í rannsóknarstofunnar, en hérna eru göngudeildir, skrifstofur og svo framvegis í gamla húsum. Þannig að við erum ekki að tala klíníska starfsemi þar, það er fyrst og fremst hér. Þá ætla ég að ljúka máli mínu og leyfa þá Magnúsi að segja eitthvað. Ætli Páll og Magnús Skúlason. Og ég kannski ekki miklu við þetta að bæta. Þáttu koma að segja svona hvað er það sem segja það. Ég ætla samt að taka fram að eins og sjá að það var þetta ekki arkitektateknika, þetta er þetta hugmynd sem við höfum sett fram og ég hef svona, þetta er fyrst hugmynd ás sem að ég hef stutt við baki á eftir mætti. Og það sem að mér og fleirum hefur opnað, þannig að íbúum hverfisins er að þetta er náttúrulega mikill ásýndarskaði hér fyrir hverfið að hvað þetta borgvirki sem að sumir hafa kallað hérna í jaðri með borgarinn. Við erum búin að fá ansi mikið af slíkum borgvirkjum. Það er hérna bara fyrir neðan er ansi veglegu komplexar húsum sem að standa við sjó, við rætur hæðar. Og þarna eigum við semst vona á öðrum svona að maður er kossum á því að vísu ekki upp í þær hæðir sem eru hérna en eiga síður ansi mikið byggingamann. Nú, eins og hálfkoma þá var náttúrulega forsenda þess að byggja þarna er að nota, það er sem síðasta hugmyndin, er að nota þau húsæðinlega fyrir. Og þá er þetta að geta þess að nýlega kom upp þetta mál að það er ekki hægt að eins og hafa skrifstofan þessu svæði vegna þess að fólk veikist. Og það er náttúrulega vera alltaf samanbrunni að öll hús þurfa að viðhalda. Það einasta hús, það er alveg saman þó sem ég er að tala um viðhalds, frítt hús og það er viðhald. Þannig að þetta er bara bull að halda að þetta sé viðhald. Og það er náttúrulega til hábúrnarskapar að gamla húsið sem við teljum að sé andlit spítalans að það sé að brotna niður vegna þess að það er ekki haldið við og sé að verður bara fólk veikt af því að bara hafa það skrifstofu. Það er náttúrulega gengur ekki upp. Ef það er svo að það á bara byggja hérna á neðri lóðinni þá er náttúrulega tengslinn þarna á milli aðarefni eins og Páll benti á og þá hljóttum að huglega það hvort að þetta staðarval hafi þá verið rétt ef það var ekki að taka til þessara gömlu húsa. Það er náttúrulega alveg ljóst að það var að halda þeim við og gera það gott til þess að þessu nýtanlega. En ég ætla ekki að áfengja þetta með því finnst að flest það er komið þetta fram sem þarf að koma fram og ég maður þetta sérstöku. Það hefur verið gagnrýnt þessi hæð hérna
Húsahæðir, við höldum okkur við að fara ekki upp fyrir 4 hæðir á kjallara. Þannig að þessi hæð hérna, hún á ekki að koma neitt illa við þetta svæði. Við erum með þetta 4 hæðir hérna á þessu svæði og komum tegin okkur hérna í þessa átt. Þá er það lítill skaði á því. Og skuggavarpið er mjög takmarkað, þannig að það næði allir hérna út á Eiríksgötunum. Tengingarnar sem að sárvantar í dag á spítalann, þær eru þá komnar í lag hérna yfir Kvennarspítalann og yfir á Geldin. Það er fólk að ganga núna á milli, öllum veðrum. Þannig að tillagan alltaf byggir á því að hafa þetta svona allar fjarlæðir sínu styrkar eins og góð. Nú, að lokum þá er þetta skipulagsforsendur sem voru samþykktar í skipulagsráði, það sé fyrra skipulagsráði, ásýnd að gamla húsinu og ásýnd að háskólanum, halda í gömlu hringbrautina, að allt það hefur verið þverbrotið í tölvunni. Þannig að þeim og hinn nýja skipulagsráði búið að samþykkja að geta þetta allt á þessi breyting. Þannig er staðan. Já, takk, ég ætla að segja þetta.